Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Vikuskammt sem samkvæmt hefð fer í loftið hér á samstöðinni allt á klukkan 16 á föstudögum. Við erum í beinni útsendingu og allt getur gerst. Í Vikuskammti förum við yfir fréttir vikunar og mér hefur líka alltaf fundist þessi þáttur hverfast að einhverju leyti tíðaranda svona vikunar, tíðaranda líðandi stundar. Þannig að þátturinn er misfréttalegur, getur maður sagt, frá viku til viku. Stundum eru svona einhver þjóðfélagsmál eða þem sem eru mikið rædd og ég ber bara töluverðar væntingar til umræðunar næstu 75 mínúturnar eða svo því mér finnst vel mannað eins og reyndar oftast í þessum þætti okkar. En svo við förum nú bara hringinn, byrjum á þér. Það er ekki víst að allir viti hver þú ert. Segðu nú þjóðinni hver þú ert og hvað þú gerir. Ég held að þú ætlaðir að kynna mig en ég get sko alveg kynnt mig bara eins og ég sagði þér hvernig þú ættir að kynna mig. Ég ætla að leyfa ykkur bara að kynna ykkur sjálf. Já, einfallegt. Þannig að ég heiti Sara Stef og er Hildardóttir. Já. Og þú spurði mig fyrir þáttinn hvernig ég ætlaði að kynna mig og ég ætlaði að kynna mig sem lausakonu og launþega. Já, mér finnst það mjög áhugavert. Lausakona og launþegi. Já. Af hverju lausakona? Ég fletti því sko upp mér sér á orðanetti hjá Árnastofnun þannig að það er sko það er í rauninni mjög margt sem að stemmir við mitt líf. Lausakona getur átt við einstæðar mæður, húsmæður, einhleyparkonur, smaladrengi, svona tengsl. Ertu smaladrengur? En ástæðan fyrir því að ég vel lausakona er að það var hérna einu sinni viðmælandi einmitt í Vikuskammtinum sem að kynnti sig sem lausa mann. Já. Svo ég bara svona að reyna að jafna það. Einmitt. En ég kannast eitthvað við þig, ertu ekki eitthvað tengt sósíalistum? Ég er aðeins tengt sósíalist. Já, hvernig er það aftur? Ég sitti í framkvæmdastjórn. Já, situr í framkvæmdastjórn. Já. Og svo er ég náttúrulega líka þáttagerðarkona hérna á samstöðinni. Svo ertu þáttagerðarkona á samstöðinni. Þannig að þá erum við komin heim með þig. Já. Heyrðu, þér á vinstri hönd situr maður sem að ég myndi frekar setja til hægri en vinstri flesta daga. Ert þú til að kynna þig? Já, ég heiti Ólafur Arnarsson og ég er blaðamaður, ég er umsjónarmaður Eyjunar á DFF og er með hlaðvarpsþætti þar undir hatti Eyjunar og markaðarins. Já. Það er svona það helsta í dag. Akkurat, bara velkomin, bæði. Og Karen, en kannski óþarf að kynna þig en gerðu það nú samt? Já, ég heiti Karen Kjartansdóttir og ég er svona, brasa í ýmsu og er ráðgjafi og hef mikið að vinna í auðlindamálum, skulum við segja. Er það? Já, hef verið upp á Orkustofnun mikið til en svo er með fyrirtæki sem heitir Langbrók sem annast sko ráðgjöf þegar kemur á sjálfbærnimálum hjá fyrirtækjum sem skipta sífellt meira máli og koma þeim á framfæri. Já, og þú ert í hópi þeirra Íslendinga sem að þegar maður hringir í og spyr hérna getur þú komið í þátt þetta og hitt að þú ert svona, mætti ekki kalla þig þjóðmálanörd, þú ert mjög upptekinn af því að fylgjast alltaf með þínu samfélagi. Jú, og mér finnst alltaf leiðilegt ef eitthvað segir mér kjaftasögu eða fréttir fæ ég svona vandræðalega tilfinningu mér finnst óþægilegt að ég hef ekki vitað á undan. Kann það svolítið vita. Maður verður pínu sár. Bara er netið mitt að klikka? Já. Heyrðu, þá er einn eftir. Já, Breki heiti ég, Karlsson og er formaður Neytendasamtakanna. Já. Ég er kannski ég er ekki lausamaður en ég er lausmál maður. Ég geti skrifað undir það til þess að við vinnum saman til þess að loka hringnum. Já, og hefur það komið þér í vandræði? Já, það hefur alveg gert það. Já, en þú ert nú líka, vinnan þín snýst að berjast við öfl sem að hafa nú meira fé heldur en Neytendasamtökin og eiginlega vilja bara þagga gagnrýnisraddir, er það ekki? Jú, það er alveg rétt að þetta hefur ákomið mann í koll svona öðru hverju, kannski frægast þegar að smálánafyrirtækin stemdu mér fyrir meiðyrði. Já. Og ég var dæmdur fyrir meiðyrði í héraði en sýknaður í landsdómi. Já. Landsrétti. Æru þeirra? Já, eins og fyrirtæki gæti verið með æru. Já.
en fekk leyfi til þess að kalla þetta bavíana af landsrétti. Þannig að ég má, að mínu mati má ég kalla þetta, ég má segja að það sé mitt mál að þetta hafi verið glæpafyrirtæki. Já, ef að segja það nokkuð sinnum bara. Ég veit ekki hvort að þið séu með leyfi fyrir því, en ég allan að myndi þess að Bavíana. En sagði þú glæpafyrirtæki eða Bavíana? Ég sagði glæpa, þetta var glæpa, ég man stappaði nærri glæpastarfsemi eitthvað svo ég man ekki alveg hvernig ég var að... Ég ætlaði að segja þetta með meiðyrðin, þú veist, það verður ekki að vera saknæmt að... Jú, eitthvað svo og vega að æru fólk, sko, en fyrirtæki hafa ekki æru og svo var eitthvað þannig í dómnum að ég sem formaður neytendasamtökanna og almennra hagsmuna hef ég svona rýmri rétt til þess að kalla spaða og Meinar að við getum fengið dóm fyrir þetta? Já, ég veit það ekki, en það kemur fram í dómnum sko og að þau sem fyrirtæki í vafasamri starfsemi verða að þola það og að þau verða að þola það að fá aðeins harðari umfjöllun sig. Já, ég hef stundum sagt þetta sko þegar fólk að fenga sér, kannski stórfyrirtæki undan umræðinni, en það er líka talað þig að því þú ert svo mikilvægur aðili og það skárra væri það nú. Já, en kannski sko þóttu sem ákveðin glaðværið yfir því sem þú tjárið hér þá er þetta kannski hluti þess vanda sem að við erum að glíma við núna. Það eru hvernig völd hafa safnast á fáar hendur og ein ástæða þess hver samfélagið virðist hafa borið mikið að leið er þessi tilfinning almennings að það sé enginn að gæta okkar hagsmuna og það er áhugavert að þið eru báðir, þú og Óli, þið eru báðir sem sagt þú varst einu sinni líka hjá Neytendasamtökunum, Óli. Já, ég er fyrrverandi formaður. Já, þú ert fyrrverandi formaður. Þannig að það er líka tenging í þessum ágæta hópi. En ef að renna okkur svona í eitt af þeim málum sem að allir hljóta að ræða þegar umræðan hverfist fréttir vikunar sem er sko Alþingi verður sett á þriðjudag og kannski líður sumum okkar eins og það takir því að setja það því að það sé nú ekki víst að það muni lifa í marga daga en ef við byrjum nú bara á þér Sara þið hljótið náttúrulega fagna gríðarlega núna ítrekað mæla sósíalistar með menn inni sem væntanlega giska ég á gefur ykkur svona alltaf stöðu í umræðinni, lögmæti svona sem að kannski var minna, eða hvað? Já, ég veit ekki með lögmæti, en ég meina, mér finnst þetta ekkert óeðlilegt, sko. Að þið mælist inni? Nei, og bara að fólk svona, að augu fólks séu kannski að opnast. Já, þakkar það störfum ykkur í borgarstjórnarflokknum? Já, við hljótum að gera það. Já, það eru náttúrulega mjög sýnileg. Já, og Sanna sem að leiði borgarstjórnarflokkin, hún náttúrulega mælist ítrekað vinsælasti borgarstjórnarfulltrúi. Já. Þannig að ég sko, eftir því sem að svona þessi bæði efnahagslegu og félagslegu kerfi okkar brotna niður að þá myndi ég líka bara mögulega að segja að þetta væri sko næstu því lógist sko að ef við ætlum að vera að tala um þetta okkur svona ás, hægri og vinstri að þá er kannski það sem við erum að sjá líka núna bara á alþjóðavettvangi eins og í Palestínu svona til að summa alveg vel út að þá er augljóst náttúrulega að stjórnmálin bara eins og við þekkjum þau á Vesturlöndum eru að bregðast okkur og ekki bara okkur hér heldur líka fólki þá í löndum sem hafa ekkert með Vesturlönd að gera nema náttúrulega ríki svokallað Ísrael sem er byggt bara á fjármagni frá Bandaríkjunum og Evrópusambandinu en þannig já, mér finnst ekkert skrítið að sósíalistar sé að vinna á sko. Nei, ég er sammálaður. Róttæk vinstri vakning núna, hún er eðlileg. Já, við sjáum þetta líka, sko bæði náttúrulega eru sósíalistar að mælast hærra í könnunum og svo finnum maður þetta líka bara eins og í svona samstöðu fólks. Þannig eins og bara svo ég tali aftur ég meina fólk hefur getað sameinast mjög svona einlægt og sterkt saman í göngunum með og fyrir Palestínu og fólk kemur þar náttúrulega bara úr öllum áttum og maður sér líka sem sagt ungt
ungt fólk koma, það talað oft húsnæði sem kallast andrými nýr á Bergþórugötu, að þar hefur verið bara starfandi mjög öflugur svona hópur ungs fólks sem að lætur kannski pólitík eða svona hefðbundna pólitík ekki þvælast fyrir sér, en oft náttúrulega að vinna sko að bara svona almennum bara mannréttindamálum, þú veist, sem manni finnst eðlilegt að samfélög svona horfi til, og það sem við erum kannski að sjá líka hægri pólitíkina bregðast fólki einmitt að völd hafa safnast kannski á hendur hinna ríku, mætti segja, og hinn ríku geta þá ekki, þú veist, ef við ætlum að vera hér með eitthvað svona fulltrúalýðræði, þá geta hinn ríku einfaldlega ekki verið fulltrúar almennings. Og það sem verst að sko stofnanir ríkisins eru meira og minna getulausar til þess að hamla gegn, virðist vera. Já, ég meina við erum bara að tala áratugi af svona plöntun sko, þú veist, ég meina að Sigmundur Davíð tala alltaf sjálfstæðisflokkin sem embættismannaflokkin, en það ekki? Jú. Þú veist, ég meina að við erum að horfa á bara mjög svona gamla, þú veist, það eru bara rætur þarna sem þarf að uppræta náttúrulega, og þú veist, það þarf að vinna í kerfinu sjálfu. Já, Ólafur, þú er sennilega ekki fellt hár þegar þú sást að Bjarni Ben var kominn niður í 13 eitthvað með flokkin núna fyrir nokkrum dögum eða eitthvað. Mér finnst, ég ætla að koma mér ekkert á óvart, skulum við segja. Já. Og þú sagðir að menn væru sumir á þeirri skoðun að það tækið nú alltaf að setja þingið. Ég er ekki alveg sammála. Nei. Ég er nokkuð sannfærður að þessi ríkisstjórn, hún mun sitja út kjörtímabilið. Það er bara spurning hvort að kjörtímabilið verður skilgreint fram í september á næsta ári eða sé eðlilegt að kjósa vori. Hvers vegna heldur þau kjósið þennan langa kvalafulla dans að því virðist ég held að þetta sé ekkit kvalafullt, það er búið þægilegt held ég, og þetta gengur út á það að við höfum heyrt frá stjórnarflokkunum, bæði frá Sjálfstæðisflokki, frá Vinstri grænum, að megin tilgangurinn í þeirra í ríkisstjórn er að koma í veg fyrir að sko hjá VG að Sjálfstæðisflokkurinn geti gert eitthvað, og hjá Sjálfstæðisflokknum að koma í veg fyrir að VG geti gert eitthvað. Maður veltir þá fyrir sér af hverju fóru þessi flokkar saman í ríkisstjórn, af hverju reyndi Sjálfstæðisflokkurinn ekki að mynda einhverja öðruvísi ríkisstjórn til dæmis. Ég hef ekki svarið því, en ég held að þetta bara haldi áfram nákvæmlega eins núna í vetur, og þetta er auðvitað dálítið slæmt, því að sko, það hefur verið talað sko, í orkumálunum að það eru ákveðnir virkjanakostir sem eru í biðflokki, en Ísland er búið að vera í biðflokki núna bara í 7 ár. Það er vont. Það er vont að vera í biðflokki þegar menn þurfa að bretta upp ermar og taka til hendinni. Já, og ef maður líkir ríkisstjórninni við fyrirtæki og þá náttúrulega sko, er það vaninn þegar gengur illa að ná trausti og framgangi mála að þeir sem eru í forstjórastólum hjá fyrirtækjum, þeir stígi til hliðar. Er ekki hægt að líka þessu einhverju leyti bara við hinn venjulega fyrirtækja heim? Ég skal alveg segja það að skráða fyrirtæki Ísland HF, skráði Kauphöll, það væri fyrir lifans löngu búið að kalla til hluthafafundar og skipta stjórnendur. Já, og þarna þekki ég þig. Já. Karin, ertu sammála? Óla? Sko, ef það væri eðlilegt andrúmsloft hérna á Íslandi og Alþingi verið að koma saman, þá væri maður, já, það er tími til komin að þegar þessu sannarlega verk að vinna. Hér stóru málin eru húsnæðismálin, það eru þetta bara lán, kostnaðir við lán, það er leigumál, bara, þú veist, nú þurfum við að bretta upp ermarnar og vinna að þessu málum, og já, svo þetta velferðarmálin, svo virðist sem að ofbeldi hefði aukist meðal ungmenna, og það ekkert smá á undanförnum árum. Hvernig getum við tæklað þetta? Þetta er nú ekki bara eitthvað mjúkt og sætt velferðarmál, þetta er bara stórt samfélagslegt mál sem við þurfum að vinna að, og við þurfum að tækla, og þetta er líka bara stórt efnahagsmál. En manni finnst nú búið að vera í rosalega langan tíma, það sé ekki beinlínis ríkisstjórn. Þau vísa bara, já, það er þetta ráðuneyti, það er hitt ráðuneyti, svona eins og þau hafi aldrei unnið saman eða sé ekki að vinna saman og bera ekki samanlega ábyrgð á þessu. Þannig þetta er orðið furðulegt og ég segi eins og Óli, og ég hef aldrei sagt að mér þykir eitthvað fara að sniða þessari ríkisstjórn, og þau hafa ekki þoraði, þau eru alltaf að bíða eftir að allir fatti hvað þau séu frábær í sínum flokki og fylgi farið svona aðeins upp á við og þau geta bara beðið áfram eftir því. Við skulum bara fylgjast með, en ég veit svo sem ekkert hvort það verður kosið næsta vor eða haust,
En þetta, já, manni finnst bara eiga margt annað að gera og einmitt eins og þessi mál sem ég var að nefna, húsnæðismál og fleira, lánamál, þetta væri alveg býsna brýnt, en það alltaf farið svo út í eitthvað svona, við erum búin að vera að sjá núna þessa flokka, eða ekki síst sjálfstæðisflokkin kannski undanfarið, að fara í svona identity politík, eins og þau myndu kalla það, eða aðri flokkar væri að tala um þetta, tala við og hinn, kristin gildi, útlendingar, þetta allt bara gott að blessa og það má ræða þetta. En þetta svona mál sem espa upp umræðina og þá sleppum við því að tala efnahagsmál, raunverulega. En Katrín gerði þessum flokki bara mjög mikið greiða með því að lána þeim sitt traust og sína velvild gagnvart þjóðinni. En þess vegna kannski sá maður aldrei VG að því í hennar forsætisráðherra tíð, þá var hún alla tíð að verja ríkisstjórnina. Hún var talsmaður ríkisstjórnarinnar og eina sem svona talaði fyrir heildina, hinn bentu bara hvort á annað að manni finnst. En svona án hennar þá, ég veit ekki hvernig hægt að byggja upp traust. Það margt ágætis fólk þarna inni. Ég alls ekki að segja neitt annað eða að reyna að níða skóinn af fólki, en þetta samstarf náttúrulega virkar ekki og ég meina, það kom bara ekki síst fram í ræðu Bjarna Benediktssonar sjálfs á flokkstjórnarfundi. Þetta ekkert þeim að kenna, þetta VG að kenna. Vandamálið ekki fólki sem hérna inni, sagði, var ekki Guðlaugur Þór? Jú, það var Guðlaugur Þór sem sagði vandamálið ekki fólkið hér í salnum, vandamálið fólkið sem farið. En þarna hefði mátt heldur betur spyrja spurningarinnar, býttu við, hvert vandamálið hérna? Fólki kannski farið að því að fólki í þessum sal eins og það Má ég grípa aftur inn í? Ég var nú að tala, ég ætla ekki að vera með einræðu. En ég skal viðurkenna það að ég hef alveg kosið sjálfstæðisflokkinn, það alveg orðið langt síðan og til dæmis þegar ég var að stýra kosningasjónvarpi fyrir Stöð 2013 þá gæti ég valið í hvaða kosningapartí ég vildi fara í og ég valdi sjálfstæðisflokkinn og ég enn að hlæja að þetta voru svo ríkaleg býttir sem ég bara kom upp á sjálfa mig sko. Þannig að það var einhver annar fréttamaður sem fór til Framsóknarflokksins sem var náttúrulega með kosningasígur þarna og þetta er bara eitthvað skemmtilegasta partí sem bara manna minnum. Þetta er það Sigmundur Davíð eignast veröldina? Akkurat. En þetta 2013, ég held að það er stuð og þetta var eins og í jarðaför hjá manneskju sem engum þótti væntum. Og síðan hefur þetta bara einhvern veginn versna ár eftir ár og að manni sýnist, ég er auðvitað að horfa núna utanfrá á þetta en ég hef aldrei verið eitthvað svona að lifa fyrir það að vera eitthvað illa við eitthvað flokk og það virkar ekki í neittnum pólitík, þú átt að vinna þínum málefnum en utanfrá það virkar þetta svo óhemju leiðilegt þarna inni og þau eru orðin svo geðvond og þau eru orðin svo grimm og reið einhvern veginn og hvað er hægt að gera með það? Og eina nýliðunin sem ég sá þessu fleikta, eina nýliðunin sem maður hefur séð í þessum flokki undanfarið er Birgir Þórarinsson. Ég er ekkert viss um að hann sé að draga ykkur með sér, en þetta er ekkert bjart í kortunum. Og svo eru þau kannski búin að reyna líka of lengi að því að virka leiðilegt hjá þeim. Og þá birtar svona myndir þar sem allir eru að gera svona það er svo gaman hjá okkur, við erum með glas á fæti. Við erum í rútu. Og við erum í rútu, það er stuð, allir hinn eru kommunistar og ég held að það sé búið að gera þetta of lengi. Ég held að það sé óumflýjanlegt og þau vitið alveg sjálf að það sé frekar erfiðir tímar framundan. Bara eins og ég var starfað þar sem framkvæmdastjóri tíma. Frá nú erum við búin að ræða vanda jafnaðarmanna nógu lengi. Nú þurfum við aðeins bara að reyna að hafa skemmtilegt. Við erum búin að krefja þetta. En það er ekki hægt að held ég skauta framhjá alveg þessari umræðu áður en fyrir uppbyggingu. Komum kannski betur að samfylkingunni á eftir. Hérna Breki, þú horfir aftur þessi 7 ár í stjórnartíðinni, hefur hlutskipti hins almenna neytanda versnað á þessu tíma? Ég veit ekki, það er allavega mjög stór verkefni sem við þurfum að glíma við núna og það er mjög erfitt held ég framundan af því að ég er svo hræddur að umræðan og verkefnin munu snúast aukaatriði en ekki aðalatriði sem að koma böndum á verðbólguna. Já, grunnþörfin að eiga þak yfir höfuðið. Hún bara orðin lúxus fyrir einhverja örfáa.
einhver félög og börn ríkra foreldra sem geta hlaðið undir. Og það þarf að koma böndum á sérhagsmuna iðnaðinn sem enn á ný farin að skrifa frumvarp til laga fyrir Alþingi og orðin bara allt og stóra þarf að skera niður bara niður ég taldi það að ganni daginn bara niður í húsi atvinnulífsins ég fór í gegnum starfsmenn þar sem eru það til húsa 106 manns það má bara þeir sem verið skráður á vefsíðum félagana það má með léttilega tala að það kosti 2,5 milljarða á ári bara þessi kostnaður þjóðfélagsins við sérhagsmuna iðnaðinn síðan má hugsa sér að þeir verji öðru eins í að kaupa sér ráðgjöf út í bæ 5 milljarðar alveg léttilega sem náttúrulega er velt út í verðlagið sem fyrir utan allt hitt sem þessir iðnaður kostar okkur það að sé skrifu lög þar sem samkeppni er bara útilokkuð og það vakti stórfrétt vikuna fyrir mér kom út í dag þar sem kemur í ljós að Kaupfélag Skagfirðinga og Norðlenska leggja Katrínu til fé í kosningabaráttu hennar korter eftir að hún er búin að sem starfandi matvælaráðherra leggja fram frumvarp sem gefur þeim bara skotleyfi á neytendur og bændur. Þannig að stórum málunum húsnæði er búið að hækka 65% frá loka COVID frá 2020 á höfuðborgarsvæðinu. Það er skortur við erum í mínus 12.000 íbúðir í dag miðað við úrelta spá HMS frá því fyrir nokkrum árum mannfjöldin sem okkur hefur fjölgað meira. Eftir 3 ár verður skorturinn eða skuldin okkar 17.000 íbúðir. Það talaði að við þurfum á næstu 15 árum að byggja 90.000 íbúðir. Á síðustu 15 árum byggðum við 19.000 íbúðir. Þetta er skalinn þetta er það sem við þurfum að tala um. Mér er alveg sama í hvað partí er skemmtilegast að loknu kosningu. Þetta eru verkefni sem þarf að fara í. Þetta eru ég var reyndar ekki að meina að þannig. Nei, ég er að segja það alls ekki. Ég er ekki að gera lítið úr því. Ég er mjög mikið fyrir skemmtileg partí og allt það. En við megum ekki gleyma okkur í aukaatriðunum. Þetta eru aðalatriðin. Að þessi sérhagsmuna iðnaðir fá að vaða uppi með skítuga skóna og virða almannahagsmuni að vettugi, það er alvarlegt. Já. Óli, vegna þess sem að Breki nefnir með Katrínu og sjóðina, þú hefur nú margoft skrifað spillingu. Er þetta spilling? Já, þetta er spilling. Auðvitað er þetta spilling. Mér fannst það vera spilling bara á hæsta skala þegar að forsætisráðherra og náttúrulega Breki rifjaði hér upp síðust afrekinn sem matvælaráðherra í fjarveru Svandísar. Það er auðvitað ákveðin spilling og það er ekki það samfélag sem við viljum búa í þegar æðsti valdamaður þjóðarinnar ákveður að nú sé komið tími til að færa sig yfir í svona seremoníustöðina sem er Bessastaðir og allt valdakerfið leggst í lið með þessum æðsta valdamanni þjóðarinnar. Það var ótrúlegt að verða vitni að því. Já, mér fannst það. Og nú ætla ég ekki að hallmæla Katrínu Jakobsdóttur sem manneskju. Hún er vinkona mín, bara svo það er sagt. Já, hún er afskaplega geðug manneskja, afskaplega fær manneskja, en mér misbauð þetta. Og þetta tel ég vera spillingu. Já. Og sko þetta er eitt af svo mörgu sem grefur undan traustinu. Hafi það einhvern tíma verið lítið, þá er það orðið bara ekki neitt. Segja svo margir. Bara eins og ég fór í Sundlaug Vesturbæjar í morgun og þar var ókunnugt fólk og það var allir að tala vildu tala við mig þetta vantraust og hvernig allir voru hættir að treysta öllum, það var svona eitthvað þema svona úr því, Sara
hvernig sér þú fyrir þér að hægt sé að auka traust í samfélaginu? Nú stórt spurt, Björn. Ég skil stundum samt ekki alveg af hverju allir eru svona hissa, eða skilur. Þetta við erum að sjá núna bara afleiðingar af svona sérhagsmunagæslu í svo áratugum skiptir. Og það hlýtur þá að koma einhvern tímann að einhverju svona breaking point sem að kannski þessi síðasta ríkisstjórn svona verður einhvers konar birtingamynd fyrir. Þegar að vinstri og hægri ganga saman í eina sæng og búa svo í þessu vonda hjónabandi núna hvað annað kjörtímabil. Ég veit ekki hvort það hefur þurft þá ríkisstjórn til þess að geta séð þetta. Af því að togstreitan verður svo rosalega mikil. En ég meina hægri stjórnmála, því að nú ég bara lausakona á launþegi sem tala hér svona óháð sem slík, þó ég sé sósíalisti, að þá náttúrulega, hægri pólitíkin þannig að hún byggir bara á það sem ég myndi kalla bara svona kapitalist ferraveldi og nefna og benda þá á flokka til hægri eins og Sjálfstæðisflokkinn. Þau byggja náttúrulega bara á svona sundrungu, og þetta bara mjög svona gömul og reynd aðferð við að sortera fólk. Og segja svo stétt með stétt eða hvað þið viljið kalla það. En þú getur ekki... Það þrífist vegna sundrungar. Já, ég meina þú getur eiginlega ekki sópað undir því svona miklu auðmagni án þess að vera í við og hinir, Þannig að þú þarft að sortera fólk í sundur með öllum mögulegum leiðum. Hvort sem það til þess að rugla umræðuna eða til þess að skapa eitthvað öryggi, svona innantómt öryggi hjá fólki að það finnist að tilheyra. Að þá á endanum þá allavega gerist það með þessari þróun að við sjáum bara að það ekki verið að skattleggja okkur öll eins. Auðurinn hefur safnast á of fárra hendur. Það við erum ekki að tala neitt fulltrúalýðræði þegar hinn ríku sitja í bæði borgarstjórnum, sveitastjórnum og bara ríkisstjórn landsins. Og þegar almenningur hættir að geta tengt sig við það fólk sem í boði. Að þá sérðu það sem við erum að sjá núna. Að þá bara fólk verður, var ég að sjá rétta frétt ertu með fréttasíðu uppi, var ekki ASÍ, BSRB og einhverju fleiri að tilkynna aðgerðir gegn stjórnvöldum af því að það hafi ekki, þau sýni almenningi skeytingaleysi. Ég veit það ekki. Mér fannst ég sjá það. Þannig að það var farið í mjög bara mikla vinnu við síðustu kjarasamninga og það ekkert af þessu einhvern veginn haldið. Nei. Ekki gagnvart leigjendum, ég meina bara við getum farið yfir þetta svona aftur og aftur en í grunninn upplifi ég bara að þú byrjaði nú að spyrja mig út í uppgang sósíalisman sem fólk svona að reyna að finna eitthvað annað, það hlýtur að vera eitthvað annað í boði. Ég held að það sé mögulega þannig að hluta af vonleysinu núna á stemningsleysinu og því einmitt að það engin bjartsýni lengur. Ég held að ein ástæðan sé svo að við erum einmitt með ríkisstjórn sem að fer frá vinstri ásnum samkvæmt því sem að lagt var upp með yfir til hægri. Þannig að við höfum stundum lifað af kjörtímabil vegna þess að við höfum kannski alveg í brjósti okkar vonum að það yrði einhver breyting í aðra átt en annarkvort til vinstri eða til hægri eftir næstu kosningar. Ég held að það sem að þessi ríkisstjórn hefur á samviskunni að nafninu til þá teygir hún sig yfir allt sviðið frá vinstri til hægri og við eigum bara mjög erfitt með að trúa því að séu einhverju þingmenn og séu einhver stjórnmála öfl sem að Þú sér komin að ákveðnum kjarna kom okkur til bjargar. Ef ég svo ég var að grípa fram í. Gjörðu svo. Þessi ríkisstjórn, það má kalla hana vinstri stjórn eða hægri stjórn eða einhver svona bræðing þar á milli. Ég líti á þessa ríkisstjórn sem íhaldsstjórn. Já, bara ekkert annað. Þetta ekki vinstri stjórn. Og þetta svo sannlega ekki frelsistjórn. Nú takast á, held ég, ekki hægri og vinstri, vegna þess að hægrið og vinstrið, það bara búið að snúa bökum saman. Það frjálslyndið sem þarf að keppa við þetta. Og það frjálslyndið sem á undir högg að sækja, nema eins og þingið samsett núna, en við sjáum það hins vegar í skoðanakönnunum
að frjálslyndið í sókn. Við sáum það líka á flokksþinginu hjá sjálfstæðismönnum síðustu helgi að frjálslyndið átti ekki upp á pallborðið. Ungir sjálfstæðismenn hafa stigið fram og sagt að þeim hafi verið bannað að vera með einhverja gagnrýni og vera einhverju talsambandi þarna það sem mátti gagnrýna. Þannig að þú komir alveg aftur að þessu þegar Guðlaugur minn sagði vandamál ekki fólki í þessum sal, heldur fólki sem farið, en fólkið í þessum sal, þetta var íhaldsarmurinn. Sjálfstæðisflokkurinn í raunverulega ekki lengur til. Hann var stofnaður þegar frjálslyndi flokkurinn og íhaldsflokkurinn sameinuðust 1929, 25. maí, ef ég man rétt. Þar sameinuðust þessi flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn varð stóri flokkurinn á Íslandi, alveg svo sósíaldemókratar voru stóru flokkarnir á Norðurlöndum. En það var vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn í raun og veru var á Íslandi það sem að sósíaldemókratar voru á hinu Norðurlöndum. Flokkur margra stétta. Já, og viðsýtt flokkur. Það kom ekki allar hugmyndir til bóta frá sjálfstæðisflokknum, en hann stóð ekki í vegi fyrir þeim. En það sem hefur gerst með það að nú bara íhaldsflokkurinn eftir. Frjálslyndi flokkurinn, hann farinn. Það nefnilega fólkið í salnum var vandamálið. Vegna þess að fólkið sem farið. Hann fór til Kristrúnar. Hann fór til Kristrúnar, hann fór í Viðreisn, hann hefur farið víða. Það náttúrulega það sem hefur líka gerst það að flokkar eiga ekkert fólk lengur. Nei. Flokkar áttu fólk fyrir gamla daga. Og það kannski sjálfstæðisflokkurinn áfram að reyna að vinna með það að þetta sé eins konar köld eða ég nota neikvætt orð, það verður bara afsagt, að fólk fæðist inn í sjálfstæðisfjölskyldu og þetta sé bara hluti af þeirra identity og þú fyrir í bláan kjól og sérst með þetta grín. Það bara ekkert veruleiki sem hægt að búa við lengur, þú verður að tósta til í þeim fólk. Og ég skal bara segja að sonur minn verður glaður. Sonur minn til að með hluti af þessum krökkum í andrými. Alls engin vinstri maður, fannst krakkarnir þetta svona ungu maður sem mætir á alla stjórnmálafundi, fannst yfirleitt krakkarnir í SÚS bara skemmtilegastir. Svona álfuru pólitík eða svona skemmtilegast til vinstri og hægri. Svona, þú veist, það sem mest umræða. En svo hefur hann látið sig mannúðamál mjög miklu varða og allt í hennu var það svona til að vera útilokandi. Bara, veitu, ert þú ekki mæta á rangan fund og svona. Og þetta svo skrítið og þetta kannski hluta af vandanum. Að það svona ákveðin mér finnst svo gaman að vera fyndin og nota einhverju svona myndlíkingar en einhvern veginn sagði við vin minn í sjálfstæðisflokknum að það var einhverju ekki velkomin að því að hann hefði tengst öðrum flokki og ég sagði ætlaði í alvöru að umganga stjórnmálaflokki eins og bara hundaræktunar sambandið, þú veist, það þurfa að vera ættbókafært og með engin misbrestur verða hárafari öðru. Þú veist, það voru svolítið erfitt að vaksa og hvað þá í dag og hvað þá það farið að kvarnast svona mikið úr flokknum ef þetta nálgunin. Og síðan hvenær hefur frjálslyndi bara ekki látið sig mannúð varða. Þetta ekkert bara eins og ég sagði eitthvað mjúkt krútlegt mál fyrir konurnar í flokknum. Þetta bara grjóthart efnahagsmál. Ef við erum hérna að láta velferð bara stórs hluta samfélagsins drabbast niður og sköpum við óöryggi og þetta kostar og á sama tíma þá erum við með lögregluna því það ekki bara það að hægri sig vinir lögreglunar. Þú veist, fækkunin næstum 50 færri eru nú í lögregluliði höfuðborgarsvæðisins sem voru árið 2007. Þetta veldur bara ótrúlega auknu álagi á þá lögreglumenn sem eru ennþá starfandi. Þeir ná ekki og þeir styttu meira sér vinnuvikuna. Já, ég svo mælst eitthvað. Já, og á sama tíma sem kallar á enn fleiri. Já, einmitt. Og þetta gefur þeim ekki tíma, þetta dregur úr að minnsta kosti tækifærum til þess að eiga samskipti og svona leiðbeiningar við hinn almenna borgara, mæti í skóla, leyfa börnum að upplifa, þú veist, lögregluna sem svona vinnveitt afl sem hér í samfélaginu til að gæta öryggi okkar allra. Það samt? Ég meina saga lögreglunar nú ansi ólík þessu sem þú ert að segja. Nei, ég að segja þetta akkurat, en þetta svona eins og við viljum lítum á lögregluna og hún sé hér til að gæta að öryggi og í stað þess þá erum við alltaf með svona quick fix í umræðinni. Við tölum enn frekari vopnvæðingu, rafbyssur eða rafvarnarvopn og fleira. Það orðskrýpi. Þegar það verður hryllilegur harmleikur í miðborginni. Já, ég var að fara þangað bara núna. Já, gerum það bara, ræðum það. Þá tölum við þjóðarátak
í stað þess að leita að rót vandans. Já. Við skulum aðeins bara fara inn í þessa hnífstungu sem leita ekki bara til dauða yndislega stúlku, barn drepur barn. Mér langar samt að segja það, sko, maður verður bara svo sentimental, sko, ennþá þetta er eitthvað svo hræðilegt mál að maður svona mörgum þess að vera bara tækur í að fjalla það opinberlega, því að við erum öll einhvern veginn svo eyðilögð. Áður en ég kem að kjarna málsins þá ætla ég að segja ykkur það að á áleið minni í Sundlaugina í morgun þá sá ég slatta af skólabörnum, ekki á framhaldsskólastigi heldur á grunnskólastigi í bleikum peysum. Og ég hugsaði með mér, rosalega er þetta fallegt. Þetta átak náði ekki bara til Versló, því hún var ju nemandi í Versló, og fyrst eftir hún deyr þá sem sagt eru það skólasystkini hennar sem að kom í Versló í skólanum í Bleiku af því að það var uppáhaldsleiturinn hennar. Það er umræða sem sagt neðar í skólakerfinu. Þetta er í grunnskólanum líka. Og það er eins gott að það komi eitthvað fallegt og gott og heilsteypt út úr þessu, því að mér finnst þetta mál ekki bara þessi persónulegi harmleikur fyrir fjölskylduna sem við náttúrulega sendum öll bara bestu strauma sem að hægt er að senda, heldur mér finnst það eins og að öll íslenska þjóðin hafi verið stungin á hol. Og ástæða þess að allir er að ræða þetta, hún er, held ég, á toga sem er miklu stærri heldur en sem nemur þessu viðviki. Þetta spyr svo margra spurninga. Og nú veit ég það að það er kannski erfitt fyrir mig að horfa á þig sem talsmann neytendasamtakana og biðja þig að tjá þig eitthvað þetta, en þú ert væntanlega fjölskyldumaður, giska ég á. Og mér langar bara til þess að við ræðum þetta aðeins hérna núna. Við kannski erum ekkert að finna upp hjólið, kannski búið að segja margt af því sem að þarf að segja, en mér langar bara til þess að, já, ef við tökum bara öfugan hring og byrjum á þér, Breki. Já, ég held að við bara sé jafn slegin og við öll. En ég er líka, maður finnur fyrir einmitt samkennd og samfélagsins og við, hvað þetta slagar okkur öll. Og en sko viðbrögðin finnst mér ekki koma á óvart, en í sko stað þess að ræða að vopnvæðingu lögreglunar, þá þurfum við að ræða geðheilbrigði barna. Við þurfum að ræða að grípa þessi börn sem sýna af sér slíka hegðun á unga aldri. Við þurfum úrræði, við þurfum Grímur Atlason hjá Geðhjálp hefur nú bent á þetta allt saman að það þýðir ekkit að vista börn með fullorðnum á stuðlum, það sem er mismunandi vandi fólks jafnvel. Við þurfum bara að setja allan kraft í það að búa börnin okkar þannig að öryggisnetið grípi þau sem falla þarna á milli, og þannig að við það getur komið í veg fyrir svona voðaverk í framtíðinni. Ekki held ég að það að lögreglan fái rafbyssur. Það er svona kannski. Áður en Karen, ég hleypi þér að í þetta, þá langar mig að nefna að það voru hér 2 listakonur sem voru að ræða þetta mál í vikunni. Önnur þeirra benti á áherslur okkar fullorðna fólksins væru þær að við höfum leyft skólabörnunum okkar að híma í gámum núna í mjög lengi, að við héldum kannski að það væri einhver frávik þegar skólarnir fóru að mygla og við ætlum að gera eitthvað í því að hýsa því áfram í skólanum. Við heldum kannski að þessi gámar eru bara í frávik sem eru bara í 1 misseri eða eitthvað svoleiðis, en nú er bara, það liggur við bara heilu kynslóð, en muni bara alast upp í gámum. Það er að segja, hvað var það skólahúsnæði, og okkur finnst það bara í lagi, og okkur finnst bara í lagi að senda börnunum okkar þau skilaboð að þau séu ekki meira virði en það, að það sé í lagi að bara njóti kennslu í gámum.
Svo það stytting sundlaugartímans, opnatímans. Annað mál sem að börnum finnst skipta mjög miklu máli að hafa. Það ekki hægt að hugsa sér betri forvörn. Og þessar 2 listakonur, þær ræddu þetta út og suður, sko hvort við værum bara, hefðum gleymt okkur einhvern veginn, bara hefðum bara mist fókusinn á börnum. Bara, mér langar svona aðeins að henda þessu inn í áður en þú... Það var einmitt sko sama dag og við fengum bara þjóðin, þessar skelfilegu fréttir að stúlkan væri látin á völdum þessara árásar. Þá heyrði ég af því að minn heimabær, Garðabær, væri búinn að segja upp nær öllum skólaliðum í bænum. Já, sem sjá öryggi barna á skólalóðum, framfylgja samskiptasáttmálum eða einheltis áætlunum og fleira taka á móti börnunum. En í staðinn þá var fyrirtæki Dagar ráðið inn til að sjá þrif, að því skólaliðinu sáu líka þrif. Og hvað verður þá með hina þjónustunum? Já, það var Vísir leitaði eftir fréttum af því og því var svarað að þetta væri bara skólaliðar sem sæju þrif, en ég veit ekki neitt sem hefur gert það, en fleiri voru svörin ekki. En mér fannst þetta bara svona, ég varð að nefna inn í þetta. Þannig enn verið að skerða þjónustu. Já, akkurat. En sko ég var bara að googla fyrir þennan þátt, bara ofbeldi ungmenna og svona, þú veist, þetta var aðeins fyrir að þegar maður að reyna að finna tölur, hvenær hófst þessi þróun, var þetta eftir COVID og fleira, því þetta eru náttúrulega börn sem við stöndum líka í skuld við. Þetta eru börn sem mistu af mjög mörgu og félagslegum tengslum. Og við vitum ekkert hvað verður þau. Nei. En sem sagt, það var spurning hérna, þetta er bara svo áhugavert, að Eva Sjöfn Helgadóttir hjá Pírötum, hún spyr hérna, þetta er 11. október 2022, og spyr dómsmálaráðherra ofbeldisbrotum, sem sagt, tíðni ofbeldisbrota. Og það koma bara mjög óhugnalega tölur þetta. Það kemur sko, á 9 árum hefur ofbeldisbrotum fjölgað 64%. Þessi aukning er vægast sagt ógnvænleg og þetta eru staðreyndir sem koma frá dómsmálaráðuneytinu. Og ég velti því fyrir mér hvernig ráðherra og ráðuneyti hans hyggst bregðast við þessu aukna ofbeldi. En það virðist vera að mæta aukna ofbeldi með frekara ofbeldi eða rafvárnarvopnum. Og þetta er einhvern veginn, ég held að þetta sé kannski fyrringin sem eins og margir láta sig alltaf einu pólitík varða, hvort sem það er til vinstri eða hægri. Það er bara okkur þykir óskaplega vænt samfélagið okkar, flestum. Já, við erum öll orðin rosa pólitísk, finnst mér þessa dagana. Það er gallinn, það er nefnilega gallinn. Samfélag á ekki að vera þannig að fólk þurfi að vera pólitískt. Nei, akkurat. Okkur líður eins og við þurfum að taka þetta í okkar hendur. Það er að segja okkur við mistekist. Með fulltrúalýðræði. Já, okkur við mistekist. Og varðandi þessi hörmulegu mál, ég held að það sé ekkert ofsagt að það er öll þjóðin í áfalli yfir þessu. Þá ætla ég ekki að gera lítið úr því eins og harkan virðist vera orðin í undirheimum. Nú er ég ekki að tala um ungmenni, nú er ég að tala um þessa undirheima. Það ætla ekki að gera lítið úr því að íslenska lögreglan þurfi mögulega að vera vopnuð að einhverju marki við ákveðnar kringumstæður. En þetta er mjög sláandi að það er verið að fækka lögreglumönnum. Það er verið að draga úr löggæslu og svarið er ekki að draga úr löggæslu og fækka og senda bara lögreglumenn gráa fyrir járnum út á götu. Það er ekki svarið. En þeir eru líka bara að takast á við afleiðingar þess sko, sem hefur skapast, vanda sem hefur skapast. Þetta er ofbeldið er birtingamend, eitthvað sem gerist á undan og það er það sem við viljum öll. En ég meina þetta er birtingamynd bara ójöfnuðar. Það er kerfi sem við erum búin að búa við allt og lengi og það endar svona. Þannig ef þú ferð að fækka í lögregluninu og svo vopnaru þá sem eftir eru, að því ég var einmitt að lesa frétt vopnaburð lögreglunar sem hefur tók einhverjum stakkaskiptum og stökkbreyttist 2017 og þá verður annars vegar bara er sérsveitin kölluð út 664 sinnum með eitthvað álíka. Og svo eru líka almenn lögregla vopnuð einmitt þessum rafbyssum og sko
Ég hugsa að ég meina svona harmleikir, við náttúrulega, ég held að þessi góða punktur reyndar þarna með ungu kynslóðina og COVID og þessa einangrun sem að þau upplifðu á þessum tíma. Ég held að það enginn af okkar kynslóð í raun getur sett sig í þeirra spor, sko. Nei, ég meina við vitum ekki hvað eðlilegt að loka ungmenni inn í, þú veist, bara út á grunum smit. Þau verða að súpa segja þessu sína ævi. Svo styttu við til dæmis framhaldsskólanámið nokkru áður og bara, þú veist, það er svo margt. Það er svo mörg hryðjuverk sem hafa verið framin á æsku landsins. Rétt orðið svo notar hann. Er það ekki? Jú, ég held það. En mér finnst reyndar eins og Grímur Atla hefur verið að vinna mjög gott starf og þau hjá Geðhjálp með að tala sko nauðsyn þess að veita geðheilbrigðismálum athygli og fjármagn. Það er nú bara ítrekað og endurtekið og bara sem er hluti af þessum ójöfnuði sem við lifum við og fordómi með þetta, gagnvart bara geðheilbrigði, að þá er sá málaflokkur, hann er alltaf út í jaðrinum. Honum er ýtt á félagasamtök, það eru aldrei tekin ábyrgð á því bara í ríkiskassanum, þú veist, nema að því leiti bara að fara í svona einhver þarfagreiningar og útboð. Og svo reyndar líka misskipting innan þess geira, þú veist, þannig að sumt er að til dæmis sem að sveitarfélögin sinna, eins og Reykjavíkurborg sinnir körlum í karlaatkvöfrum en sinnir ekki konum. Þú veist, þannig að það er ekki sami aðbúnaður þar heldur hjá konum og þær eru viðkvæmusti hópurinn. Þannig að ég veist að verði líka að horfa á svona Svo eru hins sveitarfélögin að taka takmarkað þátt í þessu, sko, Reykjavíkurborg er náttúrulega að gera eitthvað. Já, og svo hins sveitarfélögin. En þá getur maður líka, þú veist, fært sig utar, sko, til að ræða bara almennt fjármögnun ríkisins, sko, hverjir eru tekjustofnar ríkisins og hvernig er þeim úthlutað til sveitarfélagana. Þú veist, þannig að ríkið er búið að velta alls konar verkefnum yfir á sveitarfélögin sem eru bara endurtekið og ítrekað ófjármögnuð og þannig býrðu til ójöfnuð og þannig býrðu til sundrungu. Þannig, þú veist, þetta er, en ég meina við sko sósíalistar, að þú byrjaði nú að spyrja mig út í að kynna mig þannig, ég meina það er það sem við sjáum bara mjög skýrt. Og því þarf að breyta, þannig að það eru tekjustofnar þarna úti og ég meina þessi síðasta ríkisstjórn, hún lofaði því nú að fara í þessa breytingu, að leggja útsvara á fjármagnstekjuskatt, en það hefur ekki orðið enn. Það myndi breyta heilmiklu, þú veist, sjávarútvegskerfið, það myndi breyta heilmiklu ef við myndum til þess bara gera eins og Norðmenn eða Sádi-Arabar. Við bara gerum það ekki. Það er til dæmis mjög áhugavert að verða vitna þeirri umræðu mjög svona vaxandi gagnrýni núna á þá sem að njóta þess að greiða fjármagnstekjuskatt í stað þess að greiða tekjuskatt. Það er mörgum okkar blæðir dálítið núna af því við erum að tala misskiptingu og ójöfnuð og allt þetta. Mér finnst meiri áhugi núna hjá almenningi á skattamálum og því hvernig ríkið er að fara með sín mál heldur en langt skeið. En það er að því afhjúpunin hefur orðið svo augljós. Þetta stingur í augunum. Við erum með mann hérna, þú veist, í forsvari fyrir bara flokk sem er að sækja sér fylgi hratt og stöðugt sem að sagði af sér forsætisráðherraembætti fyrir skattsvik. Þú talar Sigmund Davíð? Já, en sko er það samt ekki ákveðin þversögn að á sama tíma og við erum að ræða sko að mér finnst það er alveg það, en þú veist, þetta er Ég vil nú gera aðeins athugasemd, hann sagði nú ekki af sér fyrir skattsvík, hann sagði af sér fyrir það að hafa sagt ósatt í viðtali og það er vert að geta þess og ég er nú á þeirri skoðun að ef að fólk fær endurnýjað umboð þó það hafi lent í einhverjum áföllum og hremmingum, ef það fær endurnýjað umboð þá finnst mér það að standa jafnfætis öðrum sem hafa umboð. Já, ég reyndar myndi kannski ekki kalla þetta áföll og hremmingar. En það er mjög einkennilegt, ég held að Ísland sé einu landið í heimi þar sem tveir menn sem voru mjög áberandi í Panamaskjölunum, Bjarni Ben og Sigmundur Davíð, að þeir báðir hafi tvisvar orðið forsætisráðherra, bara nefndu mér að eitthvað ríki í heiminum, Óli, þar sem þetta gæti gerst. Nei, ég held að við séum mjög sérstök. Þetta er svona, ég meina, þetta er samt svona gaslýsingar ástand sem er búið við þarna. Þú veist, þarna er ákveðin gaslýsing sem við erum líka að sjá á alþjóðavettvangi núna, það sem er bara verið að fjármagna þjóðamorð. Og sem ég held að hljóta vera líka sem að svona hafa afleiðingar bara fyrir almenning í öllum löndum, sko, sem að verða vitna að þessu. Bæði við hérna heima í því hvernig okkar stjórnkerfi er svona spilt. Nei, það sem ég átti við er að ef að menn hafa lýðræðislegt umboð og í okkar kerfi þá hafa bæði Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson fengið lýðræðislegt umboð frá því að þeirra birtust
eða aðilar þeim tengdir birtust í þessum Panama-skjölum og ef menn hafa þetta umboð þá er það kjósenda, þá eru kjósendur búin að veita þeim endurnýjað umboð. Já, ég geri suma vini mína frekar reiða núna að því Miðflokkurinn er að vaxa og allir eru að tala um pólitík og svona og ef að fólk er áhugasamt um að taka þátt í stjórnmálastarfi þá segi ég mjög iðulega næstu eins og að að fara í Miðflokkinn og þá spyrir það mjög oft hvers vegna og furðar segja því að ég segja þetta bara Miðflokkurinn er bara óumflýjanlegt hvort sem þér líkar betur eða verð og hann mun fá bara töluvert fylgi næstu kosningum og þá vil ég að það sé frábært fólk í flokknum. En Karin, af því að þú varst framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, það var nú ekki á feitustu dögum flokksins ef mann rétt? Nei, en við náðum flokknum á þessum tíma. Nei, þetta var ástæðan fyrir því að mér fannst það spennandi starf og ég er kannski ekki þekkt fyrir að finnast leiðilegt að takast á við áskoranir. Nei, fræg fyrir það. En ég vissi bara að flokkurinn átti svo mikið inni. Já. Bara mjög mikill fjöldi Íslendinga tengir við jafnaðarstefnuna. Þetta er bara eitthvað svona frekar common sense í hugum fólks og eiginlega eru nú stefnur flestra flokka hljóma þannig, það getur flestir tengt sig við það og svo er það hvernig flokkarnir starfa. En mér fannst flokkurinn eiga mikið inni og það væri hægt að byggja upp andan þarna inni og það væri hægt að íta á fólk þannig að færa að tala málefni en ekki bara hvað sjálfstæðisflokkurinn var að gera. Hvort að hann væri ömurlegur. Að væri hægt að draga að nýtt fólk með hugmyndir. Og ég held að það tekist vel og flokkurinn einmitt en á þessum tíma var hann að mælast í 19% sem ég held að sumir flokkar myndi þakka fyrir. En myndi ekki afþakka það í dag sumir. Nei. Nú er svo staðið uppi að við erum með þetta brjálæðislega fylgi sem flokkurinn fær í hverri skoðanakönnun og fætur annarri og ég held að það er ekki til sá Íslendingur sem ekki gengur út frá því að Samfylkingin verði í næstu ríkisstjórn. Á sama tíma þá er þingflokkurinn lítill og menn eru bara nokkuð krítískir margir hverjir á þá þingmenn suma sem eru fyrir á fæti og finnst ekkert endilega að framtíð Íslands sé í þeirra höndum. Ef þú væri framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar núna, þetta verkefni að manna alla þessa lista og ná í allan þennan mannauð og allt þetta atgerfi sem að hlýtur að vera kepli flokksins eru núna, segðu okkur það, eru 10 eða 100 manna að vinna bak við tjöldin að þessu verkefni eða hvernig nær fólk þessum framgangi? Ég veit satt best að segja ekkert hvernig, hef ekkert heyrt í Samfylkingar fólki og veit ekki hvað þau eru að gera. Maður hefur séð að þau ætla í leiðtogakjör og þá vona ég þess að við byrjuðum á því að því þá þarf að sækja rosalega hæft fólk snemma og svona, þú þarf bara að fara að huga að þessu sem ég er svo að stilla upp á lista. En ég veit að nokkri flokkar eru farnir að hreyfa sig og pikka í fólk og ég held að það sé og bara vilja vera tilbúnir. Það er náttúrulega bara korter til vorsins ef kosningar verða þá. Erum við ekki flest sammála um að það er svona, er það ekki aðeins líklegra heldur en að verði haustkosningar? Það er mjög líklegt og þekkjandi sjálfstæðisflokkinn til dæmis frá gamalli tíð. Þá lagði sjálfstæðisflokkurinn það alltaf upp þannig að landsfundur væri haldinn í aðdraganda þingkosninga. En sérðu lúxusproblemið sem ég er að reyna að ræða hérna? Já, en má ég segja ástæðuna fyrir því að ég held að sjálfstæðisflokkurinn muni frekar hallast að því að kjósa haustið. Það er að manni finnst engin niðurstaða að hafa verið að þessum flokkstjórnarfundi. Bjarni er að hugsa sig og meðan þá finnst manni að varaformaður flokksins geti ekki frá þau undirbúa sig neitt og safna sínu liði saman. Þannig, þú veist, þau eru í svo mikill í biðstöðu og ég get ekki séð nema, þú veist, það verði ítt úti. En það mun ekki vera fyrsta val hjá flokknum held ég að kjósa í vor. Sjálfstæðisflokkurinn er í alvarlegri krísu. Bjarni hefur glatað trausti. Fleiri vilja að Inga Sæland verði forsætisráðherra en Bjarni. Það er gríðarlega. En Bjarni hefur líka glatað trausti flokksmanna. Þó það sé ekki hátt um það tala þá er það þannig. Það kemur ekkert óvart svo niðurstaðan. Sérstaklega eins og skoðanakannanir að þróast og við horfum á stýrivexti, við horfum á verðbólgu, horfum á efnahagsástandið. Þannig að það er ekkert sem bendir sérstaklega til þess að
sko hagur þessara ríkisstjórnarflokka fari eitthvað að lyftast núna. Þannig að það er alveg eins í myndinni að mínu mati að forystumenn þessara flokka hugsa sem svo, ok, hér erum við og við skulum þá bara sitja eins lengi og við getum vegna þess að það er mjög óvíst og jafnvel ólíklegt að við verðum í næstu ríkisstjórn. En ef við víkjum aftur á Samfylkingunni, er þetta ekki raunverulegt, sko, þetta er lúxusproblem, en þetta er samt mikið problem að ætla manna flokk með svona veikt bakland. Þetta er verðugt viðfangsefni. Þetta er fyrir eitthvað veikt bakland sem flokkurinn er. Ég held að það sé ótrúlega spennandi bæði hjá Miðflokknum og Samfylkingunni. Það held ég. Ég held við getum endað með sko annarkvæð þingmann hjá Samfylkingunni sem hefur ekkert erindi á Alþingi. Erum við ekki bara iðulega með Alþingi þar sem allavega annarkvæð þingmaður á ekkert erindi? Ég held að það sé líka andrúmsloft þannig fyrir öfluga flokka. Ég held að tækifærin séu sérstaklega hjá Samfylkingu, Miðflokki og sósíalistum að sækja að öflugt fólk núna og mér finnst andrúmslofti þannig að þau getur sótt hæft fólk og svo líka mér langar að segja mér finnst bara smá stuð, það var kannski þess vegna að þetta áttu undanfarið þess að það var ábyrjandi leiðilegt hjá Sjálfstæðisflokknum er að mér þykir líka stuð sko í pólitíkinni núna hjá mörgum flokkum, það sér Píratar, þeir eru að lifna einhvern veginn aftur við undanfarið og þarna sáðu að menninganótt og mér skilst sko ég og vinn þar að það sé talsvert skráningar sem að getur líka farið að sjá þessi stöðnun þessi stöðnun er kannski aðeins að rofna, ég er að vona það að einhver orka svona farin í gang. Einhver orka. En það er lúxusvandamál hjá stjórnmálaflokki sem að horfir fram á það að hann mun bæta við sig nokkrum og jafnvel töluverð fjölda þingsæta og hann þarf að finna fólk í þetta. Það er miklu betri staða en að vera til að stór þingflokkur sem sér fram á að þú verður lítið þingflokkur eftir næstu kosningar. Ef að pískraðum mann eins og Þór Snæ hjá Heimildinni, er hann að hætta sem blaðamaður af því að hann verður... Hann er ekki að hætta út af því en þessi ákvörðun gæti svo sem alveg orðið þess valdandi en ég veit ekkert hvað hann ætlar að gera. Hafið þið heyrt einhver önnur spennandi nöfn á framboðslistum Samfylkingarinnar? Ég lest bara um það á DFF. Ólafur er að... Ert þú að skrifa það? Nei, það var ekki ég sem skrifaði það. En það er fullt af góðu fólki. Og þess vegna held ég að þetta sé alls ekki sko, einhver vandi hjá Samfylkingunni. Eini vandinn er sá, auðvitað þú þarft að velja að hafna og þú þarft að gera þetta vel. En mér kemur ekki annað til hugar en að það verði mikið af góðu fólki sem að býður sér fram og verður tilbúið að taka sætið þar á listu. Mér fannst vanta svo mikið Guðmund Inga í afstöðu og lista Samfylkingarinnar hjá. Hann er öflugur, skemmtilegur. Já, hann hefur verið mjög skemmtilegur og ferskur og Þetta eru skemmtilegi listar, ég hef gaman að þau. Ég ætla að spá því núna við þetta borð, rauðaborð og þetta er heimild sem að verður varðveitt að Sigmundur Davíð verði næsti forsætisráðherra og að Kristrún sem sagt hana dreymi meira fjármálaráðuneytið heldur en forsætisráðuneytið. Hún líti ekkert endilega á sjálfa sig sem mannesku sem hefur rosalega gaman að því að tala og langar ekkert að hitta 100 manns á dag og allt það og þessi tveir flokkar munu með þriðja flokknum mynda næstu. Þá ætla ég að spyrja hver verður utanríkisráðherra en vegna þess að hann kemur frá þriðja flokknum? Björn, hver verður utanríkisráðherra? Segð þú mér það? Nei, ég er að spyrja því. Ég fer ekki lengra en þá vildi þið þetta. Þorgerður Katrín. Mér þetta er einna helst í hug Þorgerður Katrín. Það gæti orðið. Ég held að sé alveg mér finnst líkur á þeim flokki fara vaxandi. Þeim gengur nokkuð vel sko. Það virðist flæða fylgi frá Bjarna annars vegar yfir til Viðreisnar og hins vegar yfir til Miðflokksins og þetta er allir veturinn eftir. Já, ég er samt ekkert viss að það sé neitt rosalega langt í næstu kosningar en ég ætla nú ekki að vera einhver VF til. En svo er líka pláss sko nema VG nái að gera eitthvað stórkostlegt. Það er náttúrulega rosa pláss á meðal umhverfisverndar sinna. Það er einhvern veginn enginn að taka það. Það er búið erfitt fyrir VG að fara að stilla sér upp þar eftir setu í þessari ríkisstjórn. Þó þeir hafið þvælst fyrir. Já, ég er að segja nema VG fara að gera eitthvað, það er mjög erfitt. En það er bara pláss þannig fyrir þá nýtt stjórnmálaafl, finnst manni. Já, ekki það að mér langi að fá enn eitt flokkin. Sko. Er ekki Píratar svolítið að fíkra sig þangað?
Jú, Andri Singi náttúrulega upplugur. Gamall VG, sko. Mér er öfundist það. Það er svona aðeins farið að síða á seinni hlutin hjá okkur. En má ég segja ykkur samt eitt? Já. Ég gerði það í ganni þegar vorum að tala um lán og húsnæðismál. Já. Og fóru ég á núvirti, þegar ég keypti íbúðuna mína, fyrstu íbúðuna á Grenimel 2001. Það var að því ég komst ekki inn á leigumarkaðinn og átti enga ættingi í bænum en langaði að vera í háskóla. Þetta var svona alveg kreist út. Hún kostaði rúmar 7 milljónir. Sama íbúð á núvirt væri það 22,5 miljón. Ég var að skoða nákvæmlega þessa íbúð mína, hvað hún myndi kosta sem ég átti í dag. Og sett á hana 55 miljónir. Þannig ef ég væri rúmlega 20 þá væri ég væri köllun eftir einhverjum sem myndi horfa til þess hóps. Já. Ég veit ekki hvort ég á að segja ykkur bara sögu af sjálfum mér sem að flutti að norðan til Reykjavíkur fyrir 3 árum. Húsnæðisláni mitt er núna 16,8 milljónum hærra en það var þegar við rifum okkur upp Já, við könnumst við þetta. Könnumst öll. Og saman tíma er ég búinn að borga bara rosalega mikið á þessu láni. Og það, sko, ég bara ætli ég sé ekki í millistéttinni. Maður er á fyrir reikningum og hérna maður er maður er meðlimur í hinu talandi stéttum sem að hafa eitthvert kennivald í samfélaginu en það þýðir ekkert að segja okkur að húsnæðið okkar hafi hækkað í verði vegna þess að sko, og það sé rosalega gott vegna þess að við þyrftum þá að selja það við þyrftum að sjá raun ávöxtunina og við þyrftum ekki að keypt þá eitthvað sem væri ódýr, eitthvað sem hefði ekki og svo þegar að finna sökudólk þá er það útlendingum og ferðamönnum að kenna en ekki talað innflutt vinnuafl eða peningina sem ferðaþjónustan en sko, ég ætlaði að reyna að komast út í einhverja léttari sálma en sko, þegar fólk sem hefur aldrei verið í neinum vandræðum efnahagslega í þessu samfélagi er bara að hugsa hvern einasta eyri og svo erum við líka reið út af alls konar öðru rugli þá er náttúrulega ekki að undra að geðheilsa íslensku þjóðarinnar sé bara ekkert óbúslega góð Já, þannig að þegar ójöfnuðurinn er farin að bíta sko fólki sem hefur það gott í rassinn að þá fer fólk að tala um pólitík og hafa áhuga á sköttum og að því að sko, þú veist, ég er bara þessi klassíska íslenska fjölskylda ég hef aldrei haft það gott ég hef alltaf þurft að tálga utanlandsferðir mínar mjög niður og ég er rétt skrimt með námslán fjölskylduna, það er doktorskráða í fjölskyldunni, námslánin eru svakaleg og þú veist allt þetta, við höfum aldrei haft það gott en manni finnst ekkert réttlæti því þegar hallar í það að maður verið 60 að sko aldrei hafi verið erfiðara að vera til á sama tíma og þjóðarframleiðsla eykst endarlaust og þetta endar allt hjá örfáum ólíkörkum, einhverjum útgerðarmönnum og einhverju bara sukkuðu, snarspilltu lið. Þetta er nákvæmlega máli sem ég var að koma inn á áðan með það að þú veist að tala um hvað allir væru sko með mikinn áhuga fyrir pólitík og það er merkjum það að okkur, þegar ég segi okkur þá er náttúrulega við íslensku stjórnvöldum og okkur sem kjósendum höfum mistekist að skapa þetta samfélag þar sem fólk getur lifað og verið að hugsa um sín hugðarefni en ekki verið að bíða eftir næstu vaxta ákvörðun Seðlabankans. Spennan sem Helgi Gunnlaugsson ræðir í samfélaginu, við sáum hana birtast í félagastarfinu hjá Blaðamannafélagi Íslands núna bara í fyrrakvöld. Þar var fundur. Þið hafa kannski séð eitthvað hennar fund. Það var allt logað, stafnan á milli í Blaðamannafélaginu núna mjög langan tíma. Og þetta eru mjög vondar deilur. Það eru ásakanir skattsvik, það eru ásakanir undanskot, það eru ásakanir alls konar ógeð. Og svona aðalega 2 fylkingar, en sennilega eru það nú fleiri. En ein stoðin sem að sko væri ágætt að það myndi ríkja smá traustum, sem að virðist bara vera fúin. Ég segi ekki brostin, en trúverðuleiki blaðamannafélagsins og íslenskra blaðamanna, hann náttúrulega rýrnar við þessar deilur, það segir sig sjálft. Fjölmiðlun á landinu er náttúrulega bara í mikilli hættu og þar með er sko þessi upplýsingagjöf, síðri upplýsingagjöf mun enn, hvað maður á að segja, grafa undan fótum eða stoðum heilbrigðs lýðræðis.
Mér langar að taka smá skrens. Hérna Óli, þú hefur nú stundum svona skrifað svolítið hérna beittmál. Hver þín skoðun á þessu sem að gerðist eða að gerast á Blaðamannafélaginu? Það léttamálið í dag. Ég ætla að segja að þú verður ansið flott inn í almenning. Enda þetta svona á léttari nótum. Já. Ég vil bara taka fram, ég ekki í Blaðamannafélaginu. Af því að ég bara, mér finnst bara betra að vera annars staðar. Ég sé ekki hvað ég fengi út úr því. Okay. Þannig ég er bara í BHM. Og ég verð að segja eins og að mér sýnist núverandi stjórn Blaðamannafélagsins ekki hafa nálgast hlutina á eðlilegan hátt. Ég ætla ekkert að halda því fram að það hefði allt verið 100% sem var gert þar til þessi stjórn tók við, en mér sýnist hafa verið svona eftirheitur gamla tímans þegar það var svona afslappaðra andrúmsloft. Núverandi stjórn búin að eyða milljónum, jafnvel á annan 20 milljóna í einhvers konar rannsókn kallandi lögfræðistofu og endurskoðunarstofu til að reyna að finna einhvern glæp á fyrrverandi formann og framkvæmdastjóra, koma síðan sem mér finnst gjörsamlega svívirðilegt að segja við komumst að þeirri niðurstöðu, hann er glæpon en við ætlum ekki að kæra það. Þetta er bara óboðleg framkoma af hálfu stjórnar Blaðamannafélagsins, finnst mér, til þess fallin að grafa undan stéttinni og það er alveg rétt sem þú segir. Þetta er nú ein stoðin sem að má nú kannski ekki fella. Og ég hefði talið heppilegt að það hefði fengið nýtt fólk til að stýra Blaðamannafélaginu. En ég tala sem utanaðkomandi vegna þess að ég borgaði til Blaðamannafélagsins í einhver tíma en svo ákvað ég bara hætta því. Karen? Já, ég er í Blaðamannafélaginu og hef verið það þó ég hef ekki starfað við blaðamennsku í þó nokkuð mörg ár. Því bara það er bara hreinlega af hugsjón, því mér þykir vænt þessa stétt og mest fjölmiðlun mikilvæg og skemmtileg. Mér finnst erfitt að tjá mig þetta mál vegna þess að mér langar ekkert að skipa mér einhverja fylkinga með á móti gömlu stjórninni. Ég bara ber virðingu fyrir störfum Hjálmars og Fríðu eða þeim sem voru þarna á undan, þykir vænt þau og ég vil ekki hallmæla þeim þó ég lýsi yfir stuðningi við Sigríði Dögg og það eru umbætur sem hún hefur verið að vinna að. Og það þurfti að fara yfir bara fjármál félagsins. Það var einmitt búið að gera kannski eftir lögmálum gamla tímans, þarna vantaði mjög mikið upp á, þarna voru ekki reglur persónuvernd og það vantaði reglugerðir sjóði. Sjóðir stóðu mjög illa og það þurfti að leita leiða og finna út hvernig þetta stæði. Það bara þurfti ákveðina uppfærslu þarna inn og það þurfti að leggja meiri áherslu á faglegt starf stéttarinnar. Og Sigríður Dögg hefur verið að vinna að þessu. Hefur allt verið gert fullkomið hjá henni? Nei, ábyggilega ekki, heldur ekki tíðni minn, en þetta er bara frábært fólk og ég bara lýsi bara stuðningi við báða með ekki vænt störf fyrri aðila og líka vænt þær umbætur sem Sigríður er að vinna að. Og mér finnst bara andstyggilegt hvað þessi umræða verður svakalega rætin og persónleg og ég vona að við förum bara að geta tekið Blaðamannafélagið aðeins lengra því það er mjög mikilvægt. Breki, þegar þú fylgist með þessari úlfúð og sér skeytasendingarnar á milli, hefur það einhver áhrif á það hvernig þú svona metur blaðamenn sem stétt? Ég verð eiginlega bara að segja það, þetta hefur algjörlega farið fram hjá mér. Þessi deila. Og mér finnst þetta að vera svona bunkerrúm mál. Ég held að þetta sé rosalega stórt meðal blaðamanna og þeir sem eru í Blaðamannafélaginu. En þetta er ekki eitthvað sem fólk er að... Ég tek undir. Ég held að þetta... Ég er að sóa ertíman. Nei, alls ekki. En þetta er ekki eitthvað sem ég hef varið tíma mínum í að setja mig inn í. Ég ákvað að fara ekki út í deilur atkvæðisrétt. Ég ætla bara svona vonandi að vera það loka orðin Blaðamannafélagið. Mér finnst óheppilegt að fréttamaður á Ríkisútvarpinu sé formaður Blaðamannafélagsins. Ríkisútvarpið er 30% starfi? Hún er 100% núna. Hún er 100% starfi núna sem formaður Blaðamannafélagsins, skilst mér. Já.
En mér finnst óheppilegt vegna þess að ríkisútvarpið er fjölmiðill með þannig sérstöðu og forréttindi og forgjöf á íslensku fjölmiðlamarkaði að mér finnst óheppilegt að fréttamaður þaðan sé formaður Blaðamannafélagsins. Ok. Heyrðu, síðustu 5. Við hefum eftir svona 5 mínútur. Segðu eitthvað fyndið. Já, sko, ef við bara spjalla að síðustu 5 hvort Íslendingar vinni svartfellinga í fótbolta eða eitthvað svoleiðis núna á eftir hvað viljið þið tala um? Glódísi. Það er stóra mál vikunar. Já, Glódís. Það er bara eitt mesta afrek íslenskrar íþróttasögu. Bara íþróttasögu. Íþróttasögu. Já, að það eru lengur sem veit ekki hvað þú tala um. Glódís var tilnæmd til Baldor, gull. Glódís knattspyrnukona. Já, bara þannig að þau sem ekki í boltanum, eins og ég. En ég sá þessa frétt, þetta var rosaleg. Já, og þetta eitthvað sem, ef við ætlum að enda á svona high note, að fagna því. Messi og Ronaldo hafa verið, þeir hafa verið valdir á hún bara komin upp á þetta level sem bara magnað. Fyrirliði Bayern München. Var þetta gullbolti sem hún fékk? Nei, hún er tilnefnd. Hún er tilnefnd til, já. Sá sem verður valinn úr þessum hópi, þeir sem eru tilnefndir úr þessum hópi, þetta eru bestu knattspyrnumenn eða besta knattspyrnufólk veraldar hverju sinni. Og sá sem hlýtur hnöttinn, hann er útnefndur besti knattspyrnumaður eða besta knattspyrnukona veraldar. En er þetta ekki knöttur? Er hún af knattspyrnufólki komin, Glódís? Ég þekki ekki hennar bakgrunn. Ekki heldur. Ég bara man eftir því að ég annarkvort var að hlusta eða horfa þegar hún kom inn á í sínum fyrsta landsleik. Þannig að mér er það í fersku minnum, mér finnst svo gaman að hún skuli hafa spilað svona vel úr sínum málum og að hún er orðin eina bestu knattspyrnukonum í heimi. Það er kannski eitt sem er ágætt að nefna, við eigum náttúrulega margt svo stórkostlegt fólk. Sko, samfélagið hefur á nokkur leyti brugðist, stjórnmálin hafa brugðist, það hefur orðið mjög vond efnahagslagsíða hérna, en aldrei höfum við átt betra ungt fólk heldur en í dag. Erum við ekki sammála því? Mér finnst Íslands samfélag bara svo geggjað. Það er geggjað að svo mörgu leyti. Ég finnst þetta bara mjög spennandi eins og við vorum að ræða hérna áðan. Ég meina það er svona einhver orka í loftinu, það er svona einhver hreyfing á málum og það er eitthvað að fara að gerast. Eftir svona látdeyðu og leiðindi, sko. Finnst ykkur ekki áhugavert, sko, allar þessar fréttir og rannsóknir sem hafa verið við þurfum grænt í kringum okkur en ekki grátt, við þurfum náttúruna. Fréttaveikunar er búin að vera full af einhverjum svona litlum mólum, rannsóknum niðurstöðum það að eitt af því sem að kunna að skýra depurð bæði ungmenn og fullorðina sé hvað við séum óflink að hlusta á fallega tónlist, vera út í náttúrunni, gera allt það sem að DNA-ið okkar er einhvern veginn byggt fyrir. Já, ég held bara að fólk sé alltaf átt á sig betur og betur á því að það sem gerir okkur hamingjusöm er að skipta einhvert máli og gera eitthvað fyrir aðra, læra eitthvað nýtt. En það er svona að þurfa stjórnmálin líka að vera það, sko. Já, einmitt, sko. Sem þau hafa nú kannski ekki beint verið. En Óli, mér dettur nú í hug svona, þú veist, voða erfitt að tala lengi um eitthvað jákvætt. Mér dettur í hug að þú sért nú, af því ég þekki þig, við höfum unnið saman á Fréttablaðinu. Og Hringbraut í gamla daga. Og Hringbraut í gamla daga, já. Og mér dettur í hug að þú sért aðeins að fylgjast með hvaða ákvörðun Guðrún Hafsteinsdóttir tekur varandi vararíkissaksóknara. Já, þetta er kostulegt mál. Er það? Þetta er auðvitað grafalvarlegt mál. En þetta er kostulegt. Mér sýnist hún nú vera þegar búin að klúra þessu alveg sama hver niðurstaðan verður hjá henni. Guðrún Hafsteinsdóttir. Hvernig þá? Það ekki þarf að taka þennan óskaplega langan tíma. Þetta er ekkert mjög flókið mál. Annarkvort var ríkissaksóknari í rétti og þá var hann að standa með ríkissaksóknara eða ríkissaksóknari var í órétti og þá var hann að standa með vararíkissaksóknara. Að þessu sögðu þá ætla ég bara að segja það að þó að ég persónulega telja kannski ekki ástæðu til embættismissis þá telja maður í stöðu vararíkissaksóknara verði að fara óskaplega varlega hvernig hann tjáir sig einstaklinga eða hópa út í samfélaginu vegna þess að fólk sem er þarna í réttarkerfinu það verður að gæta sín á því að gangi ekki fram með þeim hætti að það glati tiltrú
fólksins í landinu. Og það eins og ég held að allir hafi skilið Helga Magnús þegar hann sé reiður og sár út í mann sem búinn að vera að ofsækja fjölskyldun hans. Það hefðu allir sýnt til skilning. En þegar hann alhæfir yfir bara hóp fólks, þá getur sá hópur illmögulega treyst þessum embættismanni til að geta réttar síns eða fara þannig með mál sitt. Þú ert að segja þessi rasísk tilhneiging hjá honum? Ég ætla ekki að segja neitt það. Mér fannst þetta mjög óheppilegt og ekki embættismanni sæmandi og það ekki fyrsta skipti sem að Helgi Magnús notar orð sín óvarlega. Það eiginlega bara dálítið algengt og ég held að þetta hefði verið vandamál þegar hann var að rannsaka eftir hrun. Þetta ekki með samstarfsfólki sitt, ég ætla ekki að rifja þau orð upp sem fellu samkynhneigða, útlendinga, konur, þetta er orðið dálítið löng saga og þetta byrjaði ekki með Kúrani. Nei, menn hann bara dæmir sig sjálfur, þessi gjörðir hans og orðans. En er þetta svo vont mál að sko, er Guðrún í svo erfiðri stöðu að því maður er að heyra að hún kannski muni taka við Sjálfstæðisflokknum? Já, ég veit það ekki. Ég held að sé einhver pólitík í því. Hún er að reyna að taka ákvörðunina sem skadar hann ekki innan flokksins. Það er eina skýringin á því hvers vegna hún tekið svona langan tími í þetta en sumar ákvarðanir verður bara að taka hratt. En það er skemmtilegt, nú kemur í ljós, var ekki sagði fréttir af því í gær að það er rauninni runnið undan rótum Jóns Gunnarssonar þegar hann var dómsmálaráðherra að Helgi fékk áminningu á sínum tíma. Það er reyndar að deilt það hvort að svo áminning hafi eitthvað gildi. Já, en sko svo sagði Bjarni Benediktsson að hann stæði með Helga Magnúsi gegn hótunum, hver gerir það ekki, en talandi að tjá sig einstök mál. Hvað segir þú, Breki? Aftur, ég hef ekki sett mig inn í þetta mál. Ég væri miklu frekar til í að ræða grundvallar neytendamál sem er verið sem er í deiglunni núna. Það er raforkumálin er stór mál. Raforka hefur hækkað 13%. Það er af 3% bara milli síðustu mánaða. Við erum að tala bankarnir eru við neytendasamtökin taka þátt í hópmálsókn gegn bönkunum 3. Það sem við teljum að bankarnir hafa oftekið alltaf 90 milljarða af fólki og bankarnir eru að tefja máli eins og þeir geta til þess að þær kröfur fyrirnist. Talandi og slík mál eru ofar á dagskrá hjá mér heldur en hvað vararíkissaksóknari segir eða þó það sé vissulega mikilvægt sko, og ég vil bara segja kannski í þessu máli að og í öðrum málum hvað varðar mögulega eða ómögulega spillingu þá skiptir ásýnd máli og hún skiptir, það er ekki bara spillingin sjálf heldur að ef eitthvað hefur ásýnd spillingar eins og að forsætisráðherra þiggur fé frá fyrirtækjum sem hún var að taka þátt í að breyta lögum þannig að þau hagnast korteri áður. Það hefur ákveðna ásýnd hvort sem það er rétt eða ekki og það er eitthvað sem við verðum að berjast gegn. Ásýndunum spillingu er alveg jafn slæm og alveg jafn eyðandi eins og spillingin sjálf. Má ég auglýsa þá verkefni? Nei, þetta er bara sem ég var að vinna í vikunni. Sem sagt fyrirtæki Langbrók sem ég er meðeigandi að og starfa hjá ráðgjafa fyrirtæki og rannsóknarfyrirtæki Prósent og Stjórnvísi. Við vorum með viðurkenningaathöfn í vikunni sem heitir Sjálfbærni ásinn, voru veitt í fyrsta skipti og þá eru spurningalistar sambærilegir svona könnunum sem hafa verið gerðar víða erlendis sem miða að því að spyrja almenning viðhorf til fyrirtækja og stofnana þegar kemur að sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð og þetta raðast þá upp þannig bara hvernig fólk upplifir þetta bara eftir hvert viðhorf þeirra er til fyrirtækjana og ég veit alveg að fyrirtæki sem voru í neðri kantinum þau eru sár, þau eru að skila vottuðum skýrslum og eru að vanda sig óskaplega mikið og finnst þetta einhver vinsælda kosning að þeir sem hafi verið ofar
hafi kannski minna átt þetta skilja, það sé ekki jafn góðar skýrslur eða áhersla, en þá segir maður bara félagslegi þátturinn skiptir svo miklu máli. Það hvernig að þú upplifir að fyrirtækið þitt sé með þjóðinni í liði. Og þess vegna til dæmis skorar íslensk erfðagreining sem almenningur tengir mjög mikið við kannski eftir COVID og það að leita lækningum við sjúkdómum, hún skorar mjög hátt og var efst. Næst á eftir, bara stíu á eftir, Indó, sparisjóðurinn Indó sem nýkominn inn á markað. Og allir hinir bankarnir voru mjög neðarlega. Og ég held að þeir sem allir með miklu flottari sjálfbærniskýrslur og miklu svona þróari. En voru þið að kanna bara huglægt mat Já, huglægt mat, hvernig og þá spurt bæði viðhorf til sjálfbærnimála og svo bara félagslegra þátta, og íslensk erfðagreining á topnum? Já, hún var efst og Indó. Með ribbaldan í brúnni, alltaf elsku við faltana. Hann okkar ribbaldi, það er Þóra Kristín Ásgeirsdóttir sem vinnur hjá Íslenskri erfðagreiningu. Það er hún sem átti þetta orðalag, bara við höfum viljað vera með íslensku þjóðinni í liði og hún hefur verið með okkur í liði. Og það er þegar, nú er ég ekkert að leggja mat á það, þetta er bara niðurstaða. Og mitt mat skiptir engu máli í þessu, þetta er bara niðurstaða skoðanakönnunum sem gerð með réttri aðferðafræði eða spurningalista. En það er einmitt eins og þú segir bara hvernig ásýndin hvernig þú hagar orðum þínum það skapar traust hjá fólki og það skiptir líka máli. Bara samt sem að ásýndir skiptir ekki öllu máli í öllum. Ég man þá tíð að rétt eftir aldamótin að það var veitt verðlaun fyrir fallegustu ársreikningana og það er ekkert endilega Nei, ég fá bara að því ég er búin að vera standið að útskýra þetta, þetta er ekki til að einmitt fara yfir best unnu skýrsluna, heldur meira til þú varst að tala um spillinguna sjálfa í raun og það bara hafa á tilfinninguna að það gæti verið spillingarna, það er jafn alvarlegt og það er spillingin sjálf. Þess vegna þurfa stjórnvöld og þeir sem vinna opinberlega að vera með sitt á hreinu og tæru þannig að það kom ekki, sé ekki þessi ásýnd að Ég glemdi nefnilega punktunum, að þá er það líka, þú færð þessa gagnrýni, almenningi finnst þetta, samt er ég að gera svo góða hluti. Hvað hefur farið úrskeiðis? Hvað þarf ég að laga? Það hlýtur eitthvað Ég er búin að taka til mér núna þau skilaboð að ég þurfa að laga minni eigin þáttastjórn. Riki, ég hefði átt að stýra þessum þætti allt öðruvísi. Ég er búin að vera með tóm mál sem skipta engu máli hérna. Bönkarmál eftir bönkarmál. En ég verð að fá að koma. En þá bara reyni ég að læra að því. Það er það sem við getum komið inn aftur að viku. Já, ég verð að fá að koma einu neytendamáli að. Ég sá að verðlagseftirlit ASÍ var að skila frá sér núna bara í dag eða gær að nýja lágvöruverslunin Prís, innkoma hennar hefur haft veruleg áhrif á matvörumarkaði hérna. Ég gleymdi því, ég ætlaði að ræða þetta við ykkur. Þeir eru með í 90% af þeim vörum sem eru til í Prís, Bónus, Krónunni og Netto held ég, ódýrust hjá Prís. Hinar verslanirnar hafa lækkað sitt verð eftir að Prís kom á markaðinn. Þær voru byrjaðar að lækka áður en Prís kom á markaðinn, þannig að við hljótum að fagna svona samkeppni. Ljósið við enda gangana. En líka það að í fyrsta skipti í 3 ár lækkar matvöruverð í könnun Hagstofunnar. Það er ótrúlega það er magnað. En þetta birtist líka í könnuninni hjá okkur, að hvað Íslandingar þrá samkeppni. Þeir elska dropp, þeir elska play, það er bara takk fyrir að koma með eitthvað. Takk Indó. Já. Hárrétt, heyrðu, en þakka ykkur fyrir að skera mig svona einhverju leyti úr þessari snöru sem ég hef komið mér í með því að vera alveg frábær sjálf. Láttu ekki svona, þú staðið vel, stóðstu vel. En Breki minn, við verðum bara að taka eitthvað sérspjall um þetta. Já, ég held að Breki sér sár. Nei. Heyrðu, en það er búið að vera, mér hefur fundist mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur og ég er töluvert fróðari en ég var áður og ég vona áhorfendum og hlustendum líði eins. Hér hafa sem sagt setið með mér Ólafur Arnarsson, blaðamaður, Sara Stef Hildar,
Breki Karlsson og Karen Kjartansdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir samveruna og óska ykkur góðrar helgar. Nú, vikuskammtur þá á enda runnin en mig langar að minna á það að samstöðin full af efni alla daga vikunar. Það erfitt að velja úr bestu bitana og mæla með einhverju sérstöku fyrir komandi daga því það svo margt í boði. En það alla jafna mjög mikið áhorfa á helgispjallið sem á laugardagsmótnum klukkan 9 og Þórunn Valdimarsdóttir sem hélt nýlega upp á 70-afmæli sitt, rithöfundur. Hún verður í því spjalli hjá Smára og ég spurði áðan hvernig hefði gengið og það hefði gengið mjög vel. Þannig að ég hvet ykkur til þess að horfa á það og svo náttúrulega mætti kannski taka út sunnudagsþáttinn Syni Egils, ekki Silfur Egils, heldur Syni Egils, þar sem bræðurnir Sme og Gunnar Smári fara gjarnan á kostum með viðmælendur sínum. Sá þáttur hefst 20 mínútur í 1 minnir mig á sunnudögum. En ég þakka fyrir mig, fyrir hönd okkar samstöðar fólks í dag og minni ykkur á að fara á Flipan, þar sem stendur áskrift á vefsíðunni samstöðin.is ef þið eruð ekki áskrifundur, gegn því að þið styðið okkur 2.500 krónur á mánuði, sem nú kannski ekkit rosalega mikið með að við allar þá dagskrá sem að hér framleitt. Ef þið getur séð af þeim litlu peningum, þá getur það munað öllu fyrir það hvort þessi stöð starfar áfram. En kæri þakkir fyrir okkur í bili, góða helgi.